Hæ. Já, ég heiti Eyþór Máni. Ég er framkvæmdastjóri og meðstjórnandi Hopp. Ég gerir líka alls konar annað en það er svona samhengi sem ég er til í hérna. Ég ætla að tala við ykkur aðgreiningu og forskot í samkeppnisumhverfi, en glærukynningin gæti líka bara heitið hvernig býrðu til samkeppnisglæru eða þá góða glæru samkeppni. Þið eru að fara að búa til 10 glærudekk vörun ykkar, hugmyndin ykkar, eitthvað svoleiðis. Ég held allan að séu 10 glærur, ég er ekki alveg búinn að stúdera hvað þið að skila. En sama hvort það séu 10 eða 12 glærur eða 8, þá er lykilatriði að gera vel grein fyrir samkeppnin ykkar og sérstaklega ykkur í afstöðu við samkeppnina. Af því að sérstaklega þegar þið með hugmynd á mjög snemmtæku stigi, þá er það eiginlega allt sem þið hafið. Þið eru ekki endilega með einhverjar baksögu af sölu, þið geta ekki sýnt fram á því séu með eitthvað sterkan kunnahóp vanalega, en þið getið sagt fræðilega hvernig þið myndu standa ykkur í samhengi við þá aðila sem eru til á markaðnum nú þegar. En já, fyrir utan að vera að reka Hopp, þá tók ég líka einu sem þátt í Gullleikinu, náði öðru sæti þar. Þegar fyrirkomulagið var allt öðruvísi þá þurftum við að skila svona 10 blaðsíðna dóðurant hvað við værum að gera og eitthvað böll og vesen. Og áður en fyrir utan Gullleikið þá gerði ég mér það að mat í gamla daga að bara taka þátt í öllum startup-keppnum á landinu held ég. Það eru eiginlega allar dekkaðar þarna og hef þar af leiðandi gert ansi margar samkeppnisglærur. Og síðan hef ég líka verið að kenna svona inn á milli. En ég ætla að reyna að hafa þessa kynningu frekar stutta, af því ég held að gagnist frekar að taka smá bara Q&A eftir á. Þið megi líka alveg reyna að trufla með minni tala en ég sé eiginlega ekkert, þannig að kannski gengur það ekki. Og þá getum við svona rætt ef þið hafið einhverjar pælingar vörun ykkar sérstaklega, ekki öll kannski en eitthvað, hvernig þið gætu reynt að marka ykkur samkeppnislega. Ég ætla aðeins að útskýra í svona 3 skrefum hvernig þið getið búið til einhvers konar samkeppnismörkun fyrir vörun ykkar og gert grein fyrir markaðnum ykkar og svona látið fjárfesta mögulega skilja, og í þessu tilfelli eru fjárfestarnir ígildi fjárfestarna Gullleiksteymið, hvernig þið getið látið Gullleiksteymið halda og upplifa að þið séuð svona markaðssérfræðingar eða á ensku domain experts í ykkar sviði. Því það er eiginlega, sérstaklega á svona early state, á svona snemmtæku stigi, ótrúlega mikilvægt í því að svona láta fólki sem er að melta hugmyndin ykkar og velja hvort þið komist í topp 10 Gullleikinu í þessu tilfelli eða í framtíðinni gefa ykkur fjárfestingu eða í tilfelli Rannís gefa ykkur styrk, trúa að þið séu raunverulega að fara að geta gert það sem þið segist ætla að gera. En ég ætla að tala aðeins þá það. Og síðan svona rétt undir lokin ætla ég að sýna ykkur kannski 10-15 dæmi hvernig er hægt að gera samkeppnisglæru, oft fleiri en eina. Ég tek líka að mig minnir, svo langt síðan ég bjóð þessa kynningu, smá dæmi hvernig við gerum grein fyrir samkeppninni hjá Hopp og hvernig við gerum grein fyrir okkar stöðu. Því að það er mjög auðvelt að halda að gera samkeppnisglæru fjalli bara að tala hvað einhver aðrir eru að gera og hversu vel þið þekki markaðinn og já, þetta er eitthvað annað fólk, þau gera þetta og þetta. En það fjallar samt miklu meira ykkur, Jú, þið þurfa að láta vita að það eru til önnur fyrirtæki sem eru að gera eitthvað sambærilegt, en þetta er miklu meira það að fólki sem er að lesa glæruna skilji að þið séuð að fara að nálgast markaðinn einhvern veginn öðruvísi. Hún er mikið byggð á þessari bók, þessi glærukynning, held ég allavega, af því að ég hef ekki lært neitt markaðsfræði eða svona samkeppnisgreiningar nema þegar ég tók fjarafanga í Versló þegar ég var í 10. bekk eða eitthvað á Hellu. Og ég mæli bara mjög mikið með að glugga þessi bók, hún er til í A4, vanalega svona 500 kall, einhverslega ódýr, og hún bara svona fer á mjög yfirgripsmikinn hátt markaði og alls konar svona dæmi greiningakerfi fyrir samkeppni, samkeppnismarkaði og vörur sem maður er að þróa. Það er svona skemmtilegt. En aftur, til að hamra punktir heim, samkeppnisaðgreiningar eru allt sem fyrirtæki ykkar er. Þið gerið ekkert annað heldur en að aðgreina ykkur frá samkeppninu á einn eða annan hátt. Varan kemur út frá því, markaðurinn ykkar kemur út frá því, svona nálgunin ykkar á markaðnum og jafnvel brand presence-ið kemur út frá því. Og þetta snýst ekki endilega bara að mæta á markaðinn og þurrka út alla aðra samkeppnin ykkar. Þið eru ekkert líklega til að ná því verandi lítil sprótafyrirtæki ofta mörkuðum með billjónir dollara fjárfestingu. Þessar samkeppnin ykkar er með billjónir dollara af fjárfestingu, líklega ekki þið til að byrja með. Þetta snýst að bara
finna sér oft einhvern hlut af markaðnum sem hefur verið vannýttur til dæmis, eða finna einhverja nýja leið til að rukka fyrir það sem á markaðnum. Bara Spotify ágætis dæmi, þú veist, þau byrjuðu á því að bjóða upp á tónlist í gegnum streymi gegn greiðslu, en það var ekki nýsköpunin þeirra, þú veist, það var alveg eitthvað fólk að því áður. Það sem að gera Spotify kleift að vaxa svona rosalega hratt og stórt meðal annars, var að þau gerðu þetta ókeypis. Það er ennþá freemium model hjá Spotify, þú veist, það eru margir sem nota, nemar og þú veist, sérstaklega yngri fólk sem nota Spotify bara mánuði með árum saman án þess að borga krónu, bara fyrir að hlusta á auglýsingar. Og þá gat Spotify loksins keypti raunverulegan samkeppnisaðila sinn á markaðnum, sem var ekki aðrar streymisveitur, heldur Napster, eða þú veist, að sækja tónlist ólöglega á internetinu, sem var mjög auðvelt á tímanum og svo sem ennþá mjög auðvelt, en það er bara ennþá auðveldara núna, af því að Spotify er bókstaflega ókeypis að nota Spotify. En núna ætla ég að byrja á því að tala mörkun, samkeppnismörkun í 3 skrefum. Til þess að búa til einhverja sannfærandi glæru, þá þurfum við fyrst svona skilja umhverfið ykkar, hvað eruð að fara inn í og ef þið ætlið raunverulega að gera hugmyndin ykkar að lokum gullleiksins, gefið að þið komist í topp 10 eða ekki og ætlið að halda áfram, þá þurfum við að skilja eins hvaða svona leikvelli þið eruð að spila á. Og að búa til ykkar stöð á markaðnum gerist í 3 skrefum. Til að byrja með, þá þurfum við að skilja og aðgreina markaðinn ykkar. Ég fer í gegnum þetta mjög praktist frá sjónarhorni sprotafyrirtækja. Þetta er kannski ekki hvernig þetta er nálgast í einhverju risa fyrirtæki sem er að spinna off einhverja nýja vöru, þó að þetta sé alveg eitthvað sem að stór fyrirtæki getur mögulega lært af. En þetta er hvernig flest sprotafyrirtæki með lítið budget og smátt teymi myndu nálgast þetta. Fyrsta skrefið er að skilja og aðgreina bara markaðinn sinn. Að þekkja markaðinn sinn er bara mjög mikilvægt. Af því að aftur sem sprotafyrirtæki þá eru þið fyrst og fremst, þú veist, áður en að fjárfestirinn einu sinni hlustar á pitchið ykkar, þá þurfum þið að treysta því að þið séu sérfræðingar í markaðnum ykkar. Þetta er líka ástæða fyrir að teymisklærinn er svona mikilvægt af því að það er oft gott að tengja það saman. Það er auðvelt í kynningum sprotafyrirtækja eða svona pitchum að vera eitthvað að rugla saman sögu og síðan narratífu. Þið eru ekkert endilega að reyna að segja ykkur mjög skýra sögu að því hvernig þið eru búin að vera með þessa SaaS-hugmynd úr bernsku og þið hafið ástríðu fyrir cloudinu og eitthvað, heldur bara að búa til narratífu hvernig þið skiljið markaðinn ykkar, þið eru sérfræðingar í honum, þið voru kannski að vinna fyrir einhver stærri fyrirtæki til að byrja með eða eruð einhvern veginn með einhverja innsýn sem að stærri fyrirtækin eru of stór og lumbraleg til þess að ná að komast inn á. Og þar á leiðandi er mikilvægt að byrja á því að sannfara hvern sem er að lesa þessa kynningu að þið vitið eitthvað hvað að syngja. Með því að þekkja tekjumódel samkeppninnar, með því að vita hverjir byrgjarnir þeirra eru, með því að vita hvernig þau ráðast á markaðinn sinn, hvernig þau opna nýjum stöðum og svo framvegis. Ég get alveg haldið áfram en ég ætla að reyna að vera brief. Stóra punktið er sem sagt að samkeppnisgreining getur verið á öllum þessum ásum, viðskiptamódel, hvort erum við með smærri markaði eða stærri markaði, erum við með ríkara fólk eða fátækara fólk, erum við að nálgast nema, erum við að nálgast fjölskyldur, jara. Þið getið stillt upp ásunum ykkar hvernig sem þið viljið og ég mun sýna þetta aðeins seinna í kynningunni. En fyrsta skrefið er bara að kynnast markaðnum, þegar við örugglega séð ótal dæmum svona spurningar. Þetta er mjög klassískt, bara bombi Facebook, poll, hendi Google Form, postaði á Facebook, kannski setja í einhverja grúppu, vinna með litlum fyrirvara eða gefins allt gefins, einhverja grúppu sem hálf þjóðin eða öll þjóðin er í og segja, nennir eitthvað að svara, þið sjáu þetta sérstaklega í kringum nýsköpunarstofnun fyrirtækja í HR, svona stóran áfanga. Og þetta er alveg valið, sko. Þetta er kannski ekki, hvað maður að segja, þetta er kannski ekki tölfræðilega góð leið til þess að nálgast að finna út úr svona hlutum, en þarna fáið þið allavega einhverjar tölur sem þið getið byrjað að sýna og vinna með til þess að sanna hvað þið eru að segja. Þetta er ágætið spot check. Það er alveg þekkt að þú spyrð mannesku sem er vinur ykkur á Facebook, myndirðu borga 1000 kall fyrir vöruna mína, ég er eitt úr vinuðinn, myndirðu ekki gera það? Bara jú, klárlega, 99% af markaðnum er allt í einu bara með mér í liði. En það er enginn að búast við endilega farið miklu dýpra núna. Bara það að hafa gert þetta sýnir vilja, sýnir drif, sýnir að þið séu með einhverja nálgun á þetta, svona aðferðafræðilega nálgun á þetta í haustum ykkar. En fyrir utan, að spyrja mitt bara einfaldar spurninga hvort að fólk finnist varan ykkar góð og gagnleg og eitthvað svona, þá er alveg gott að nota þetta sem svona crowdsourced gagnaöflun. Að spyrja einhverjum öðrum spurningum sem þið getur viljað fá svar við
í þessari könnun, því þið fáið alveg 100-200 svör og á Íslandi það alveg svona næstu tölfræðilega merkilegt, fyrir utan að þýðið náttúrulega gjörónýtt. Ég geti spurt hvað þið hafa eytt í sambærilega vöru á árinu, þá fáið þið kannski eitthvað aðeins raunverulega svar. Ég geti spurt svona í textabóksi fyrir þau sem nenna hvort þau skildu hvað þið voru að tala í kynningun á vörun ykkar sem þið hafið vonalega svona efst til þess að fólk viti hvað þið er að fara að svara. Þið getið látið ykkur detta alls konar svona hlutur í hug. Hérna dæmi hvernig ég hef notað þetta áður. Hérna verkefni sem heitir Greiði. Þetta virkar nákvæmlega eins og Giggó, ef þið þekkið það. Basically, ég get boðist til þess að gera eitthvað verkefni eða ég get sett inn á app beðinu að gera eitthvað verkefni. Garðsláttur, einkakennsla, húsþrif, út með hundinn, eldhúsaðstoð, jara. Og hérna vildum við ganga skrefinu lengra en að segja, já, allir vinnur okkar á Facebook myndu nota garðslátt mjög mikið ef við myndum bjóða upp á það í smáforriti. Þá spurðum við frekar í Kringlunni, nota bene, heldur frekar en að fara á Facebook, spurðum við, heyrðu, ert þú að kaupa garðsláttaþjónustu? Er þetta aðkeypt þjónustu á heimilinu í dag? Og fólk segir hvort já eða nei. Í þessu tilfelli 18,8% fólks, af einhverjum 200 sem við spurðum í Kringlunni, sögðu já, ég borga einhverjum krakka í hverfinu fyrir að slá garðinn minn. Og svo spurðum við, en ef þú getur pantað þetta á netinu, ef þú getur auðveldlega nálgast þetta og þetta væri kannski aðeins ódýrara eða þægilegra heldur en að rekast á eitthvað plaggat í sundlauginni, myndirðu kaupa þetta þá? Og þá hækkar talan upp í 62% fólks. Vissulega bull, þau eru ekkert búin að draga út pening úr veskinu sínu og segja, já, ég ætla að borga núna. En þarna geturðu með því að sýna þetta í alls konar flokkum, húsþrif, einkakennsla, uppsetning á netbeini, eldhúsaðstoð, að fara út með hundinn. Bókstaflega í öllum flokkum er þetta mörg 100% aukning. Þannig að fjárfestirinn, sem er ekki hálfviti, eða gullleiksteymið, þau lesi þetta og er eitthvað, já, þetta eru vafasöm gögn, sko. En 100+% aukning í bókstaflega öllum flokkum, það kannski þýðir að líklega þó að þetta sé vitlaust, muni þetta vera vitlaust í rétta átt, frekar en að minnka notkun. Og þetta er bara eitt dæmi, ég er að tala út frá því sem ég hef gert, en það er svolítið mikilvægt að þið, hugsið svolítið svona lóðrétt og reyna að skilja hvernig þið getur beitt þessu á eitthvað sem hentar ykkar markaði eða ykkar vöru betur. Þetta meikar ekkert sens í öllum tilfellum að búa til einhverja svona risa flókna greiningu. En fyrir utan Kringluna og Facebook, þá eru aðrir staðir þar sem getur fengið gögn. Ég persónulega trúi allavega mjög mikið á það nálgast markaðsgreiningu frá svona bestu mögulegu gögnum sem geta verið Facebook og Kringlan, sérstaklega á Íslandi þar sem að markaðsgreiningar eru svona fáar og sjaldgæfar. En Hagstofa Íslands, Our World in Data, LUG, landupplýsingagátt, hún er sko geðveik, gagnarhlaðborð Reykjavíkurborgar, ég held ég sé að gleyma að telja upp hérna borgarvefsjóna. Þetta er allt bara sjúklega góðar uppsprettur fyrir gögn, sérstaklega ef þið eru að hugsa svona laterally, Ég er kannski að bjóða upp á þjónustu greiða, já, þar sem að fólk getur beðið að ég afgreiði verkefni í einhverju smáforriti, en kannski er það gagnlegt fyrir mig að vita bara hvað eru mörg heimili í 101 sem getur þá nýtt einhverja, 101 sértæka þjónustu. Eða hvað eru margir íbúar í, sérstöku undirhverfi í Hlíðunum. Þetta er líka borgarversjóni. Eða í Our World in Data, þá get ég séð hversu vel staddir eru Íslendingar og hversu mikið eyðu við í verktakaþjónustu samanborið við önnur lönd. Og þannig get ég kannski réttlæta Ísland sé sérstaklega góður staður til að byrja svona þjónustufyrirtæki af því að við eyðum miklu meiri peningum í þjónustu frá þriðju aðilum heldur en önnur lönd. Ég veit ekkert hvort það sé rétt, en pointið er að þið eru með eitthvað thesis, þetta er bara eins og skrifa rannsóknarritgerð ef þið hafi verið í háskólanum. Þú ert með eitthvað kenningu, nema í staðinn fyrir að vera nálgast það fræðilega og vera opin fyrir að kenningin ykkar geti verið röng, þá eru þið bara að drilla góð sönnunargögn fyrir hana, allan á þessu stigi málsins. Síðan, ef þið finnið óyggjandi sannanir fyrir því að hugmyndin ykkar sé slæm, þá kannski ættu að endurskoða hvað það að gera, en ég myndi allavega fyrir kontekst gullleiksins reyna að nálgast þetta þannig að ég er að reyna að réttlæta hugmyndina mína. Ég er að reyna að sýna, sama hvað ég finn, að þetta sé geggjuð hugmynd og eitthvað sem við ættum að gera núna og í dag og markaðurinn er fullkominn og sérstaklega Ísland. Besti staður í heimi til að byrja svona fyrirtæki og svo stækka erlendis. En já, Google er síðan líka bara vinnur ykkar eða gervigreindin. Hún er orðin betur og betri þegar ég skrifa þessa kynningu fyrir 2 árum. Þá er hún miklu óáreiðanlegri heldur en hún er núna. En ég mæli mjög mikið með að bara spyrja chattarann og síðan fact-checka hann eftir á eða bara ekki gera það og vona það besta því að fólki sem skoðar þetta eru örugglega ekkert að fara að fact-checka það heldur.
kannski ekki fyrir lengra komið. Þannig, já, pointið mitt bara svona, leitið að gögnum, leitið að upplýsingum markaðinn ykkar. Þið hafið, ég veit ekki hversu langa tíma til að skila inn einhverju 10 blaðsíðna pitchi til gulllegsteymisins. Takið bara frá eitt kvöld, það sé bara googlið allt sem ykkur dettur í hugmyndina. Og hérna chattarinn sérstaklega gagnlegur að þið getið bara spurt, ég veit ekkert hvað í fokkanum ég er að gera, hvað spurningum ætti ég að spurja? Og hann bara eitthvað, já, prófa að googla þetta og þetta og þetta og þetta og þetta. Og þá kannski svona opnast hugurinn aðeins hvað maður er að gera. Og ég er ekki að segja þetta af því að ég held að þið viti ekkert hvað er að gera. Ég ger þetta sjálfur, sko. Bara, ég er hérna layman, ég veit ekkert hvað ég er að gera á markaðnum mínum. Bara hvað spurningar ætti ég sem nýliði að spurja? Hvað rannsóknir ætti ég að gera? Hvað ætti ég að leita gagna? Og svo framvegis. En já, hérna annað dæmi. Ég er svona að pipra líka dæmum svona glærur á milli. Þú veist, þarna ertu með glærur sem myndi aldrei mæla með að kynna. Bara aldrei nokkuð tíman setja upp svona glæru ef þau eru að halda pitch, það er bannað. En þetta getur verið gott svona auka efni í einhverjum stórum fjárfestadekk ef þau reyna að fá ykkur til að gefa ykkur 100 milljónir. Það er flott að hafa sett svona mikið að vinnu í að sannfæra eitthvað thesis statement. Hjá Hopp er þetta thesis statement, við ætlum að fá risastór hlutdeild í bæði einkasamgöngum og almenningssamgöngum. Hvernig náum við því? Við náum því af því að núna eru langflestir að keyra private vehicles, einhverjir að taka public transit og taxi og ride-hailing er að vaxa langhraðast. Það kemur hérna einhvers staðar, zero of private car trips replaceable via micromobility. Og þar fólk að segja, ok, 28 plus 20 plus 13% fólks trúir því að meira en 20% ferða þeirra gætu verið þjónustaðar af hlaupahjólum eða deilibílum eða leigubílum. Það er risastór hluti af markaðnum. Og eftir þessu kemur síðan önnur glæra þar sem við tölum hvað markaðurinn er síðan stór. Bara markaðar almenningssamgangna eru $100 billjóna. Við þurfum bara að ná einhverju örsmárri sneið af markaði sem er svona skýrt í leiðinni á því að fólk sé að nota farartækin sín minna og leigubíla meira. 30% manns ætla að nota private vehicles minna og 27% manns ætla að nota leigubíla, ride-hailing og car-sharing meira. Langflestir ætla að nota pooled shared mobility meira og micromobility miklu meira. Þannig að þegar fólk spurt hvernig sérðu fyrir að ferðast eftir 10 ár, þá eru miklu fleiri að segja ég ætla að nota hlaupahjól eða ég ætla að nota almenningssamgöngur eða ég ætla að nota deilibíla frekar en að segja ég ætla að halda áfram að keyra einkabílinn minn. Það er okkar sala. Aftur þá ekki við ykkur, ef þið eru með SaaS-fyrirtæki sem ætlar að búa til cloud computing lausnir á Íslandi, þá þetta kannski ekki spurningar sem þið spyrjið, en þið getið fundið leið til að tékka fólki sem að setur upp eða reiðir sér á skýjahýsingaþjónustu, ætlið þið að spá í orkukostnaði eða óbreytilegum kostnaði í, hýsingu hjá ykkur, af því á Íslandi það miklu stöðugra eða ódýrara eða whatever, eða það að spá í umhverfisáhrifunum. Ef margir að spá í því, þá Ísland kannski vanlegur kostur fyrir svona business. En þið þurfa að fatta svona hvað fittar fyrir ykkar case. Ég get ekki sagt það því ég veit ekki hvað hugmyndir eru með. Hérna annað dæmi fyrir svona einfaldari útgáfa þessari glæru sem ekki til þess að reyna að sannfæra ykkur fjárfestum að gefa okkur fullt af peningum. Þetta úr gulllegginu líka. Verkefnið hét Greiði, aftur að sama. Þið getið séð það bara út frá öllum hugmyndunum, öllum verkefnunum. Og hérna vorum við líka að tala markaðinn og vorum að segja hvað við getum tekið við risastóran markað á Íslandi. Af því að bara markaðurinn fyrir húsþrif voru samkvæmt okkar mjög vafasömu greiningu 4 milljarðar árið 2017 eða eitthvað. Og það er bara ein af, 30.000 flokkum sem við getum boðið upp á. Þannig að ef einn þeirra 4 milljarðar og við stöndum okkur bara vel í honum, þá erum komið ágætis fyrirtæki. Ekkert merkilegt en allt í lagi. Ef við náðum síðan að sjá garðslátt, málara, bókhald, tölvast og veislast og kokka, svo mikið af shit að þetta flæðir af glærunni, þá erum við kannski með eitthvað gott stöff hérna. En þegar þið eru komin með, já, þetta ég ætla ekki að kalla þetta markaðsrannsóknir, þetta kannski frekar svona kannanir, einmitt, af því að ég fann ekki tölur þetta á Hagstofunni, þannig að við fórum í Kringluna aftur og spurðum fólk. Og þá getur við bara reiknað upp, meðað við þessar 200 sem við spurðum, ef þau eyða jafnaði 5.000 kall í húsþrif á mánuði, geðvegt. Þá mörgföldum það bara með öllum heimilum á Íslandi sem við finnum á Hagstofunni. Easy. En fyrir utan að þekkja svona töluleg gögn markaðinn ykkar, þá er næsta skref að skilja ykkar stöðu á markaðnum. Og hérna ætla ég að hlaupa svolítið hratt í gegn af því að þetta á ekkert við ykkur nema þið gerið þetta sjálf.
Það annars vegar módel sem heitir Porter's Five Forces og þarna, googlið þetta bara, rannsakið þetta bara greining á því, hvaða aðgangshindranir eru á markaðinn, hverjir aðrir eru á markaðnum, hvaða völd hafa þau gagnvart byrgjunum sínum og viðskiptavinum sínum, hversu erfitt að skipta. Ef þið eruð að reyna að skipta út Amazon Web Services til þess að nota aftur gagnahýsingamódelið, þá er það bara ógeðslega erfitt. Það er bara mjög mikið vesen fyrir mig að færa öll gögnin mín eitthvað annað. En ef þið eruð að bjóða fólk að skipta ég veit ekki, hvaða hlaupahjólafyrirtæki þau nota, þá er það kannski bara mjög auðvelt. Þetta síðan svótgreining, þegar við örugglega heyrt þetta. Þetta er mjög einfaldari útgáfa og ekki nærri það sama og hitt. En googlið það bara líka, prófið þið, takið svona smá exercise með teiminn ykkar, fyllið þetta út, mjög þægilegt. Og síðan það síðasta skrefið, eftir að þið tekið saman öll gögnin ykkar, eftir að þið greint fyrirtækið ykkar út frá þessum gögnum og sjá hvar ykkar svona edge þá þurfum við að búa til sannfærandi glæru. Þetta er fyrsta samkeppnisglæran sem við gerðum Hopp. Og þarna er ykkar tölur. Þarna erum við bara með 2 ása, stórir flótar, litlir flótar, ferðamenn, heimamenn. Og Hopp er að staðsetja sig allt að langt frá öllum hinum stóru fyrirtækinum sem voru til á tímanum. Er ég með laserpointer? Nei, ég er með mús, þannig ég skulum ekki nota hana. Það er scary. Langt frá stórum flótum, við erum með minni flóta og langt frá því að reiða okkur á túrista, þá erum við að reiða okkur á heimamenn. Og svona byrjuðum við á því að sannfæra fjárfesta að það væri kannski eitthvað til í okkar viðskiptatilfelli. Því að Hopp opnar ekkert í stórum borgum. Við höfum engan áhuga á að opna í París, Tókíó, New York, London, bla bla bla. Við höfum áhuga á að opna í borgum sem þið hafa aldrei heyrt Trikala í Grikklandi eða Zakynthos eða í Píva í Póllandi. Það hefur örugglega enginn heyrt neitt af þessum borgum. En þetta eru borgirnar sem við teljum að hafa fengið minnsta þjónustu frá hlaupahjólum og eru þá líklegastar til þess að njóta góðs af þeim líka af því það er engar almenningssamgöngur í þessum borgum. Þær eru samanburðarhæfastar við Reykjavíkurborg, borgina sem við komum frá. Og þannig getum við sagt sannfærandi sögu að við lærðum af Reykjavík, við skiljum hvað er að hérna og við getum beitt lærdómi okkar og hugbúnaði sem er sérhæfður í að þjónusta smærri borgir með lélegar almenningssamgöngur á öðrum stöðum. Og þetta er samkeppnisgreiningin sem svona ekki sannar það, en ef þú ert að tala í kringum þetta, þá sér þá sem er að lesta, já, þau vitum öll hinn fyrirtækin, þau þekkja sérhæfingu þeirra sem eru stórir og fáir flótar sem þjónusta aðalega túrista og Hopp er bara með eina samkeppni hérna sem ég hef aldrei heyrt sem er meira í heimamanna smáum flótum. Ekki eins smáir flótar og þetta fyrirtæki, aðeins minna fáir og síðan er búið að teikna svona ferning í kringum þau tvö og skrifa franchise sem gefur mann ekkert samhengi strax en kannski með restina af narratífinu í glærunum þá skilurðu, já, þetta tengist viðskiptamódelinu þeirra sem er franchising eða eitthvað annað í ykkar tilfelli. Sérleyfi er íslenska orðið fyrir það. Hérna er annað dæmi svona glæru með 2 ásum. Þeir eru rosa típiskir, sérstaklega í svona snemma keppnum eins og gulllegginu. Þarna ertu með hátt verð, lágt verð, óáræðanlegt, eða áræðanlegt, ég skrifaði þetta ekki, þetta er hönnuðurinn sem við vorum að vinna með. Óáræðanlegt og áræðanlegt á þetta að vera. Og þarna erum við búin að greina hinn fyrirtækin og gera grein fyrir okkar samkeppni á Íslandi meira að segja, Bland og Facebook, sem er mjög ódýrt, mjög ódýrari en við og kannski með þá kosti yfir okkur, en er á sama tíma miklu minna áreiðanlegt heldur en við ætlum að vera. Við staðsetjum okkur samt mjög neðar en samkeppnisaðilar erlendis sem eru miklu dýrari, þannig að við ætlum að ná einhverju jafnvægi þarna, ef það sem er hægt að sjá. Þau verða dýrari en Facebook og Bland, en bjóða upp á mun meiri áreiðanleiki í staðinn, alveg eins og þau sem hafa notað Gigg og hafði mögulega upplifað. Þið getið séð stjörnugjöf, þið getið séð hversu mörgum verkefnum viðkomandi hefur sinnt og svo framvegis. Hérna er annað dæmi bara samantekt á samkeppni, erlend, innlend. Þetta logo þekkið ekki en þetta var eitthvað Verktakar Íslands eða eitthvað. Ég kann þetta Facebook Bland er innlenda samkeppnin okkar, erlenda samkeppnin okkar er alls konar önnur fyrirtæki sem það er pottet ekki heyrt En þarna er greinilegt að þetta teymi sem er að taka út í gulllegginu er búið að leggja svolítið vinnu í að greina markaðinn sinn og skilja hvar þau geta staðsett sig taktist á þessum markaði. Hérna er annað dæmi glærur sem þið megið aldrei kynna en megið hafa í dekki. Hérna er bara greining á 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 samkeppnisaðilum okkar og síðan bara mismunandi vektorar, vigrar þar sem við erum að bera okkur saman.
Og það sem þið getur lesið út af þessu, ef þið hellið ykkur yfir þetta og ef þið væru fjárfestar sem að fara að fjárfesta nokkur 100 milljónum í einhverju case, þá mynduð þið gera það, skoðu þetta mjög vel, og þá sjáu þið, líka þegar ég var að útskýra þetta fyrir ykkur, að Hopp búið að fá $7,5 milljón í fjármögnun, búið að opna 56 stöðum, á meðan að næsta aðili búið að opna 10 sinnum fleiri stöðum, en búin að fá næstu í 100 sinnum meiri fjármögnun, heldur en við. Þannig að við erum mun effektífari í að opna á nýjum staðsetningum heldur en samkeppnin okkar, greinilega. Og sumir að þeir eru með bara grátlegar tölur, þú veist. Lime þarna með 250 staði fyrir 1,5 miljard bandaríkjadollara. Bara einhverja galnar fjárfestingar, svona svimandi háar tölur sem maður getur ekki eins og ímynda sér. En þarna getum við sýnt hvernig við aðgreinum okkur. Við þurfum minni fjárfestingu á hverjum stað fyrir sig, við getum opnað á fleiri stöðum, það eru smærri flotar, en hagnaðurinn af hverju hlaupahjóli meiri. Og hérna eru þjónustölu vektorarnir og eitthvað sem við bjóðum upp á, bla bla bla. Núna ætla ég að hlaupa mjög hratt í gegnum hvernig Hopp gerir þetta. Þetta bara fjárfestakynningin okkar, bókstaflega sem ég notaði síðast þegar við vorum að reisa. Þannig að, þú veist, þetta er alveg frekar real case. Byrjaði að kynna Hopp, talaði við erum ekki bara hlaupahjólafyrirtæki, við bjóðum líka upp á deilibíla, leigubíla og markmið okkar er að vera fyrirtæki sem býður upp á samgöngur sama hvernig þú kýst að ferðast. Við erum algjörlega einkavæddar almenningssamgöngur í borgum sem þurfa sérstaklega á því að halda. Borgum sem eru ekki með neðanjarðarlestir, ekki með tramma, ekki með effektívar strætósamgöngur. Markaðurinn. Inngangurinn er vanalega lengri. Ef ég skal kynna ykkur þekkir ekki Hopp. Við byrjum á því að stilla upp af hverju deilisamgöngur eru óstöðandi. Aftur þetta er dekk sem við sendum á fólk, en ekki endilega kynnum. En það er einmitt það sem þið eru að fara að gera. Þið eru að búa til dekk sem þið eru ekki að fara að standa hérna og kynna. Þið eru að búa til dekk sem þið sendið til fólks, þannig að það þarf að geta lesið allt samhengið úr glærunum ykkar. Þannig að þið eru að fara að búa til miklu meira svona glærur heldur en kannski flottar kynningaglærur. Og þið sjáuð alveg muninn. Þeir eru að fletta á milli glæra sem eru bara eitthvað frumskógar á kontenti versus eitthvað sem ég er að tala ofan á, sem er þá meira bara mynd eða smá graf. En stuttu þessu máli, bara tæknin er komin, mobility preferences, vilji fólks til þess að færa svo milli staða, er að breytast. Við erum að fá rosalega marga svona hluti á sama tíma sem bara mætast og gera okkur kleift að búa til fyrirtæki sem hefur aldrei verið til áður. Og ekki nóg með það, þá lærum við af mistökum samkeppninnar okkar. Í snemma 2000 voru hlaupahjól ógeðslega léleg, ógeðslega dýr. Ég, þegar ég var 10 ára, safnaði kóktöppum á bestu útihátíðinni til að kaupa hjá Kók einhverja lélega rafskútu sem kostaði líka 20.000 kall úr eigin vasa og 10.000 kóktappa eða eitthvað rugl. Og hún endist í 3 kílómetra á hleðslu og það tók sólarhring að hlaða hana og hún fór upp í 7 kílómetra á klukkustund. Þetta var bara eitthvað dót fyrir 10 ára strák á hellu. 2016 þá mæta þessi stóru fyrirtæki, Bird, Lime, Tier, Bolt. Þau mæta og eru að tala við fjárfestarna sína og segja við ætlum að opna í Tókíó, við ætlum að opna í Singapúr og við ætlum að opna í 20 stærstu borgum heimsins og verða alþjóðlegt vörumerki og það verður frábært. Og fjárfestar grítir þau peningum en síðan hefur það eiginlega ekki realiserast. Það er ógeðslega erfitt að reka hlaupahjólaþjónustu í samkeppni við almenningssamgöngur. Af því hún er ekki eins góð og strætó ef hann fer á 3 mínútna fresti eða eins góð og metró eða eins góð og trammar. Ásir eru eitthvað stað en er ekki þetta byltingakennda dæmi sem þau voru ímynda sér. Við mætum 2021 og ætlum að byrja að skala og getum bara að vera með þetta í baksýnisspeglinum, bara smá veganesti. Ok, ekki gera þetta. Eða, ok, þessi gæjar eru búin að eyða $1 billjón í að þróa hlaupahjól sem endast í 10 ár og kostar bara $600 af hillunni. Fullkomið. Við kaupum það bara frá fyrirtækinu í Kína og þurfum ekki að eyða 1.000 milljónum króna í að þróa það. Fullkomið. Þetta er svona narratífan að, þú veist, við erum að koma inn á fullkomnum tíma, við erum að koma inn á fullkominn markað, við getum lært af mistökum risafyrirtækjanna og orðið þar af leiðandi stærri, ódýrar heldur þau. Og þetta er hvernig við tölum samkeppni okkar. Þetta er ekki flóknara en þetta. Svona eru nokkur dæmi viðbót, þú veist. Áður en ég fer og sýna ykkur dæmi, svo að þið séu ekki að herma of mikið eftir þessum glærum, þá þurfum við bara að hafa í huga að þið eru með eitthvað svona norðurstjörnu. Þið eru með eitthvað case, þú veist, það er bara ein setning sem þið viljið að fólk sem lesi þetta skilji. Fyrir mig, hjá Hopp er það, já, Hopp er að fara að opna í litlum bæjum með aðstoð sérleyfishafa sem að eiga reksturinn í litlu bæjunum sínum og það er miklu betur en stærri borgir að því í stærri borgum eru þau að reyna að keppa við niðurgreiddar og effektífari almenningssamgöngur. Litlir bæir eru arðbærari af því að þar notar fólk þjónustuna, ekki í stórum borgum. Og Hopp er eina fyrirtæki sem getur opnað þessum mörkuðum, já, af því þau eru með sérleyfi, af því þau sjá ekki reksturinn á hverju stað fyrir sig. Þau eru ekki með 400 starfsmenn.
Þau eru með fólk sem vinnur fyrir fyrirtæki sem eru rekin af heimamönnum með hvata til þess að gera þetta vel á sínum markaði. Þetta er mjög löng norðurstjarna og þetta er löng pæling, en þetta á ekki verið endilega, þetta getur líka verið eitthvað miklu einfaldara. En þess vegna er okkar kynning 40 glærur og er fyrir fjárfesta sem er að fara að gefa okkur vonandi einhverja peninga, en í 10 glæru kynningu fyrir gullleikið þá kannski er thesis statement aðeins einfaldara. Það er meira bara, það væri geðveik hugmynd að opna þessa nýju tegunda fyrirtæki hérna á Íslandi, bla 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 bla, þú veist. Kannski fæ ég að heyra eitthvað hvað þið eru að spá eftir. Já, hérna er svona fín glæra og það er alltaf gaman að hafa source líka sko, sérstaklega ef source eða McKinsey, fjárfestar elska það ykkur ástæðu. Já, hérna eru bara, þú veist, að negla inn sama punktin, bara ok, hversu margir hérna myndu vilja frekar nota micromobility og micromobility hjól. Fólk vil frekar nota bicycle eða moped heldur en kickskútera, en eiginlega allir vilja frekar nota eitthvað af þessu þrennu heldur en það sem þau gera núna. Og síðan erum við að skoða þarna að CAGR, sem er Compounded Annual Growth Rate fyrir hlaupahjól, er 16%, sem hljómar svo lág tala, en það er sjúklega hátt í samanburði við aðra svona stóra markaði. Flestir markaðir eru að vaxa verðbólgu og ekki mikið meira en það. Og aftur, reiðhjólin, rafhjólin og mopedurnar eru miklu stærri, en hlaupahjólin eiga mest inni. Þú veist, reiðhjól eru búin að vera til síðan 1850, rafskútur eru búin að vera til síðan 2016. Þær eru að vaxa lang hraðast af þessu og markaðurinn er risastór og það er nóg af að taka. Þetta sama glæru áðan, en ég ætla ekki að taka hann aftur. Hérna er annað dæmi sem bara útskýrir að stærri borgir eru stærðfræðilega verri heldur en litla borgir. Bara þar stækkar rekstrarkostnaðurinn í veldisvexti meðan að tekjurnar hennar stækka ekki í veldisvexti, sem er ástæðan fyrir þessum stóru fyrirtækjum gengur ekki mjög vel. Börn fór á hausinn notabene bara í hittifyrra sko. Rafskútur, þarna erum við sko búin að greina allan markaðinn, bara shared mobility er 1,5 trilljón dollara markaður alþjóðlega. Við erum ekki að fara að taka hann allan, er alveg skýrt í kynningunni, við erum ekki galin. En við erum þarna, ef þú fer alveg inn í e-scooter sharing, þá erum við að tala að það er 1,8 billjón dollara markaður alþjóðlega og er að stækka 12% á ári, sem er risastórt. Ef við byrjað saman við sko allan markað deilisamgangna sem eru, þú veist, leigubílar, metróar, strætóar, hlaupahjól og svo framvegis, það er að stækka 4%, sem er líka mjög hátt í samanburði við marga aðra markaði. Og hérna er svona örugglega besta dæmi glæru sem væri flott í gullleikskynningu. Þú veist, þarna ertu bara með 3 case, focus on smaller cities and towns, capital and resource efficient model, powerful platform UI and UX. Mjög einfalt. Og þetta aftur fittar inn í þessa norðurstjörnu sem ég var að segja þann. Hvað erum við að reyna að sannfæra fólkum? Við opnum við minni borgum af því það eru markaðslega betri. Okkar business model er sérhannað fyrir litlar borgir og þar af leiðandi eru við betri en allir hinir í að opna þeim. Og síðan eru aðra glærur sem útskýra af hverju við erum betri en allir hinir, en það eru, þú veist, í raun og veru þessar sem að koma á undan. Af því að við erum með franchise en hinir eru að reka starfsmenn í öllum þessum borgum. Og það gengur bara ekki að vel. Sama glæra aftur, þessi aftur. Það er örugglega hægt að deila þessum dekk með ykkur, þú veist. Já, þessi hérna ás, classic. Sérstaklega vil ég hafa eitthvað grafískt, sko, bara 10 af 10. En þetta er meira svona eitthvað sem þú kynnir. Þú veist, hérna værirðu kannski með ásinn aðeins minni og síðan svona texta sem að segir, þú veist, já, hvernig komast þessi greiningu, hvernig datt ykkur þetta í hug og svo framvegis. Af því að þau eru ekki að fara að fá að njóta 20-40 mínútna í mínu tilfelli af tíma gullleiksteymisins að jappa ofan í þau hvað þeir eru að gera. Aftur hopp. Já, ég ætla bara að ljúka sem að segja að sprotafyrirtæki eru í eðli sínu með samkeppnisforskot yfir stærri fyrirtæki, þannig að ekki láta það að þið finnið eitthvað risafyrirtæki sem er að gera nákvæmlega sama og þið brjóta herta eitthvað, sko. Þú veist. Íslensk sprotafyrirtæki sérstaklega finnst mér vera með samkeppnisforskot af því að mannauðsauðlindir eru svo dýrar hérna að við erum svona tilneydd bara af peningalegum hvata að finna hugbúnaðarlausnir og sjálfvirknivæðingarlausnir út af því að mannauður er svo dýr hérna og fermetraverð er svo hátt hérna að við reynum alltaf að vera minni, færri og skilvirkari. Það er ekki bara frítt að ráða 30 manns til þess að kasta í vandamálið. Já. Þá bara til að gera langa sögu stutta. Þið þurfa að þekkja fyrirtæki ykkar, samkeppnin ykkar og markaðinn ykkar.
eins og handabæki ykkar og þið þurfa að sannfæra fólki sem að lesa glærurnar að þið viti meira það en nokkur annar í herberginu, helst nokkur annar á landinu í okkar tilfelli. Þið þurfa að skilgreina vel af hverju þið eru öðruvísi og meira en bara að vera öðruvísi af hverju það skiptir máli. Eins og við sáum á hoppglærunum. Þá þetta bara, ekki bara, já, við erum öðruvísi svona, en við erum öðruvísi svona af því að við erum að læra því hvað hin fyrirtækin gerðu vitlaust, af því við erum að læra því að þau eru að fara á hausinn, af því við erum að átta okkur á því sem risamarkaður, kannski eru stórar borgir bara ekki góður staður fyrir hlaupahjól. Og please notið fallega grafík til þess að gera glæruna næs. Það hefur aldrei verið auðveldara að búa til næs grafík en einmitt núna. Ég þurfti að borga einhverjum teiknara hjá Hopp til að búa þetta til. Þetta svo sem einhver gjafabréfamynd sem ég er að endurnýta, en þetta orðið svo þægilegt og það er kannski ekki æðislegt að nota gervigreindamyndir í eitthvað sem þau eru að fara að reyna að fá fjárfesta til að setja 100 milljónir í, en ef þau eru að senda eitthvað í yfirferð, þá er það bara mjög valid, finnst mér allavega. Ég vil vara ykkur á því að vera ekki, ég vil skora á ykkur frekar að vera ósérhlífin í greiningun ykkar. Bara ef þið komist að hugmyndin ykkar er ekki góð, bara veljið aðra hugmynd. Það skiptir ekki máli hvað sóttuð með, held ég. Þið getur bara breytt síðan glærunum ykkar í eitthvað annað, eða pivotað. Já, kannski er hugmyndin góð, en þið komist að því, já, bíddu, fyrirtæki okkar virkar ekki af því að við ætlum að targeta nema sem eiga enga peninga og við ætlumst til þess að hver þeirra borgi allt of mikið og enginn myndi vilja kaupa þetta eða enginn á efna því. En kannski hendar varan þá einhverjum öðrum. Já, takk fyrir mig. Eruð þið með eitthvað spurningar? Nei? Engar spurningar. Jú, en þarna upp í horninu. Já. Lengst í burtu frá þér. Íris. Hæ. Hæ. Mjög gaman að heyra, ég heyrði bara rétt svo restina af kynningunni, en ótrúlega gaman að fylgjast með vegferðinni hjá ykkur. Og mér langaði bara að segja, mér fannst svo magna að ég var í Grikklandi í sumar á pínulítilli eyju sem heitir Kos, hálftíma í burtu frá Tyrklandi. Einmitt. Og þar voru bara hopplaupahjól. Nákvæmlega. Þannig þetta er ekki spurning en bara, mér langaði bara að hrósa ykkur af því það er búið að vera magna að fylgjast með þessari vegferð hjá ykkur og síðan að fylgjast með því sem að hefur sprottið af þessu eins og deilibílarnir og leigubílarnir síðan. Takk fyrir það, kærlega. Er ykkur með já. Segðu bara spurningu og ég get endurtekið hana. Hvað ef að þú ert með hugmynd og vilt fá viðskiptavininn til þess að gera eitthvað sem hann er að gera að einhver leyti núna, en þú vilt að hann geri meira af því en hann gerir núna, af því að hann getur ekki gert það núna, en þú vilt að hann geri það meira. Geri meira af því, já. Þá ertu að tala um aðgangsþröskuld að markaði, að því að kaupa einhverja vöru og þá ertu bara að greina af hverju fólk er að láta eitthvað standa í vegi fyrir sér núna. Ég veit ekki alveg hvað hugmyndin er. Við viljum gera mælibáta svona litla og sjálfvirka. Já, svona litla mælibáta. Já, þetta er bátur sem siglir eitthvað. Já, sem að mælir og þá gera landupplýsingakannanir fyrir sjóinn þá. Já. Ódýrari og hagkvæmari. Já, mjög valid og það eru örugglega fullt af fyrirtæki sem myndu vilja gera þetta en það er ógeðslega dýrt núna. Ekki satt? Það er eitt fyrirtæki sem er að gera það, þetta er dýrt hjá þeim. Já, og þú ert þá með einhverja mjög stór bátur. Já, mikil handavinna, 10 manns á bátnum. Og bara þeir eru ekki með mann, en þú þurfa krana alltaf að koma fyrir. Þeir eru óskilvirkt og vesen núna, já. En þá myndi ég skoða þetta svona, þú ert ekki með marga viðskiptavini á Íslandi, þú ert kannski með 20, 30. Já, ég veit Hafró og Veðurstofuna. Já, það er mitt, 2. En ok, gefum okkur að séu aðeins fleiri, talaðu við þau og segðu, heyrðu, núna kostar þetta hvað mikið? Þú getur komist að því bara með því að heyri þessu fyrirtæki sjálfur og er eitthvað, herró, hvað kostar þetta? Eða skoða ársreikningi þeirra á Keldunni. Keldan er líka æðisleg uppspretta fyrir töluleg gögnum fyrirtæki á Íslandi ef samkeppnin er búin að vera til í meira en 1 ár. Og þá veistu hvað kostar núna. Og þá getur þú mætt til Hafró og sagt, ok, miðað við mín best guess, ef ég þrói þessa vöru, þá myndi þetta kosta 1/3 því það kostar núna. Gefum okkur það. Þá getur þú spurt Hafró eða Samskip eða Samherja eða einhver af sjófyrirtækjunum, myndirðu kaupa meira þessari þjónustu núna, í framtíðinni, ef hún væri svona mikið ódýrari.
Það er kannski erfitt að fá svar upp úr Hafró, ég veit það ekki, en þið getið samt talað við eitthvað sérfræðingar þar sem væru, líklegir til þess að geta sagt já, okkur langar að gera meira af svona rannsóknum en við gerum það ekki núna af því að bla 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 bla. Þú veist ekki af hverju af því að núna, þú ert að gefa þér að skjóta kostnaði og umstangi, ég held sér rétt hjá þér, en það er gott að validera þetta og þá getur þú sagt í kynningunni, við töluðum við 4 stærstu viðskiptavinina okkar á Íslandi, Hafró, bla 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 og þau sögðu kvót. Við myndum nota þetta oftar ef það væri ódýrara. Og síðan næsta glæra, svona gerum við þetta ódýrara. Það þurftu búin að finna hvað aðgangsverðskuldurinn er og síðan þurftur kannski mest að sannfæra mig hvernig þú ætlar að lækka hann. Af því að þetta fyrirtæki er örugglega með mjög kláru fólki líka og þetta er svona mikið vesen umstangu þeim, þá þarf ég að skilja af hverju þið eru að fara að gera þetta ódýrara og einfaldara. En það er eftir að þú sannfærir mig einmitt að verðið sé aðgangsverðskuldurinn en ekki bara skortur á löngun til þess að gera meira af þessu. Það væri samt gott, ég myndi vera sannfærður strax og ég segi 3 sérfræðinga sem er eitthvað, ég væri gett til að gera meira af þessu, en við getum það ekki. Sérstaklega er einhver með buying power hjá þessum stofnunum. Já. Ekki, takk. Minnst það. Það er ein spurning hér og svo ein þarna, svo held ég að við köttum á spurningar. Já. I know everybody's industry is different, but you've got a really good slide on focusing on the types of cities, the types of customers. You don't mention anything about regulations. Is that something worthwhile putting in our slides? It depends. So in our case, regulation is city dependent, and there's about 19,000 cities only in the European market that we want to target. So doing a comprehensive analysis of those would be next to impossible without, a horde of a legal team, hundreds of people over months. How we answer the legal question is to say we rely on franchisees or local partners in each market, and the regulation is nearly always not on a national level, but on a municipality level, which means that we are not well equipped to speak Croatian and get a license for such a service in a 20,000 person Croatian fishing village or a tourism village. But the local person who owns maybe a restaurant or a bike repair shop locally, they probably can knock on the mayor's door and say, hey, you see the big city scooter service there in Zagreb or whatever? Do you mind if I put 50 of those in here? You trust me, I'm a local reputable individual. I'll manage them well, and I'm doing this with an Icelandic company. They're Nordic, cool as, And therefore, in our case, we don't touch on it much because we outsource it to the local individual. If you're doing something that's regulated on a national level, yes, you might want to do this, especially if you're regulated on a pan-European level. You should say, especially if it helps you, like if you're one of those companies doing the NIS2, new comprehensive European data security regulation about hacking and cybersecurity, then you should say, this new regulation is being implemented and the market will therefore grow to hundreds of thousands of companies that are forced to comply, and we are here to help them for a small fee. Make sense? So mention it if it helps you, basically. Já, bara takk fyrir góð og skemmtilega kynningu, gaman að sjá þetta. Ég held að við vitum öll hvað hopp er og maður er allir svona, kannski margir búin að prófa. En hvað nú er kynningin er almenn og það sem við erum að læra hér er svolítið svona almennt, en í ykkar tilviki hjá hopp, hvernig var ykkar fjármögnunarferli og vendipunktur, hvað gerðist næst, hver var vendipunkturinn? Einmitt. Sko, vendipunkturinn fyrir vöxt erlendis var sprótafjármögnun. Við tókum bara svona roadshow, er að kalla í iðnaðinum, fórum til margra fjárfesta hérna á landinu, Vísisjóða, Brunnur, Frumtak, Króberg Kapital og fleiri. Kynntum hugmyndina, einmitt með ekki alveg þessu dekki, það var ekki svona háþróað þegar við vorum að kynna þetta, en svona sambærilegu dekki. Og sannfærðum þau að væri potensial í því að stækka þetta erlendis. Við vorum búin að stækka hérna heima sjálf, við erum með, stofnendur fyrirtækisins eru líka mjög sterkir bakhjarlar fjárhagslega og þar af leiðandi hefur þetta verið bara sjálfsprottið þetta heima, en síðan vantar okkur auka fjármagn til þess að stækka erlendis og það er líka mjög sterk staða til að koma úr ef þú ætlar að fá fjármagn síðan meir eða einhver ykkar ætlar að fá fjármagn síðan meir, að vera búin að vaksa eins mikið og þau mögulega getið tekta á þess að fá fjármagn. Ef maður flýtir sér mikið við að fá fjármagn, þá ertu strax komið með eitthvað leiðilega fjárfesta að borðinu. Þau eru ekki alltaf leiðileg, en þau eru með sína eigin hagsmuni sem er ekki alltaf það sama og þínir. Og það er mjög mikilvægt að reyna að bíða eins lengi og þau getur með að fá fjármagn og bara taka það ákvörðun þegar það orðið nauðsynlegt og actually gagnast ykkur í vextinum. Þegar þið takið fjármagn og vaxið síðan ekki,
þá eru þið með bara eitthvað dead equity í fyrirtækin ykkar og jafnvel sölubann og alls konar vesen. En já, okkar vegferð var svo og síðan stækkuðum við líka erlendis með því að taka lán og fleira. Já, ég veit ekki hvernig við erum á tíma en Eða þú ert mjög fljótur. ég skal svara ógeðslega hratt. Ef að þið vantar bara kannski 100 milljónir eða Já. eitthvað til að stækka og þú átt kannski bara 100 milljónir, er þá betra að fá fjárfestara til að fjárfesta þessu pening eða nota sér nei? Það fer eftir í hversu líkleg hugmyndin er til að ganga og hversu mikið það eru 3 milljónir, bara sem dæmi. Já, bara Það einhverja fer eftir í hversu mikilvæg þessar 3 milljónir eru fyrir þér. Þú veist, ef þú brennir þeim og þú ert ekki lengur með heimili, þá kannski ekki gera það. En ef þú átt 3 milljónir sem þú ert, þú veist, með bara eitthvað svona varasjóð og býrð svo vel að eiga það, bara klárlega. Ef þú hefði notað þetta til að kaupa frekar bíl, ennþá meira klárlega. Þú veist, ef þú hefði notað þetta í eitthvað nám, jafnvel. Af því að þetta getur líka verið bara gagnlegasti skóli sem þú ferði. Þú veist, ég fór ekki í neitt viðskiptafræðinám, en ég segi ég er bara búinn að taka dýrustu viðskiptafræðigráðu í heiminum, þú veist. Hún er búinn að kosta fullt af milljónum. Og þarna getur þú, já, gert þannig slíkt það sama. 100 milljónir er svolítið mikið sem þú þarf til að vaxa líka, ég svona dreg það í efa. Þú veist, ég myndi reyna að validera hugmyndina fyrst. En já, takk fyrir mig. Geggjað.